Dívolt og Húsasmiðjan. Komið sæl, sjáum hér stöðuna í hádeginu. Óveðurslæðin sem að gekk yfir landið í gær og í nótt er komin áleiðis til Noregs. Fínasta veður fyrir austan í dag. Hins vegar var mikið óveður og norðvestan stórhríð þar í gær og svona fram á nóttina. Vindstyrkur þar má nefna að vindstyrkur mældist víða yfir 30 metra á sekúndu þarna fyrir austan, sérstaklega þá í gærkvöldi og þar með er hægt að segja að það hefur verið ofsa veður víða á þessum slóðum. En það eru svona læðasúpa hérna sunnan til svona við suðurátta Grænlands sem eru svona að senda til okkar hér skil og þau kom inn á land í dag og voru svona aðeins seinna á ferðin en spár gerir ráð fyrir, en það gerði austan hríð svona víða hér suðvestan til í dag, en síðan hlánaði og blotnaði þessu og er núna svona suðaustan allhvassvindur eða hvassviðri í kvöld og með rigningu sunnan til. En þetta fyrir yfir og við tekum svona óstöður á loft og kaldara og við fáum svona élja loft yfir okkur. Sjáum hér hlýjutunguna og það má svo reikna með að kólni nokkuð skart í nótt og þar lendi verður úrkoman fljótlega aftur í föstu formi. En í kvöld þá sjáum við hér stöðuna, það er ennþá svolítið þétt á milli þrýstilína, það er alveg allhvass vindur svona, aðalega þá svona allhvass kannski í þessu og aðal úrkoman er hérna sunnanlands og þá aðalega rigning núna. Enda búið að lína svolítið, það er kannski slitta snjókoma hér á Vestfjörðum og síðan verður kannski snjókoma að slitta fyrst sinn hér á Austfjörðum en breytir svo í rigningu með kvöldinu. En í fyrramáli þá verða kuldaskilin komin yfir landi og við sjáum að þetta er svona óstöðura loft og það landi verður svona afgerandi bara éljagangur hérna sunnan og vestan til landinu. Þó að tákni síni snjókomu á hverjum stað þá er þetta nú bara svona éljagangur sem él sem ganga yfir og styttur upp svona á milli og léttir til. En á Norðausturlandi ætti nú að haldast þurrt og bjart og við sjáum í hitinn svona í kringu frostmarkið og síðan dreifur nú kannski eitthvað úr éljónum svona allavega norðan til á Norður- og Austurlandi, á Norðurlandi skulum segja, Vesturlandi og aðeins bjartar og svona seinni partin þar en áfram svona éljagangur en það svona dreifur úr vindi líka. En þetta getur verið svolítið dimmél, mjög óstöðugt loftið, þannig að það má reikna með að verði ansi efnismikil él, en á fimmtudagina þá sjáum við að það er langt á milli þrýstilína en það er samt sem áður svona hæglætis á sunnanátt í þessu og áfram nokkuð svona myndalig él sem ganga yfir hér sunnanlands en nokkuð bjart veður norðan til. Síðan kemur næsta lægð og með vaxandi suðaustanátt og það snjóar fyrst og sinn þegar kemur inn snemma föstudegi eða frá föstudags en þetta fer fljótt yfir og áttin verður svona suðlægari og þá tekur við svona óstöðara loft aftur og sjáum að það er svolítið svona vindur í þessu, verður líklegast hvassviðri, suðaustan hvassviðri fyrst þarna fyrir nóttina með snjókomu og síðan breytist þetta í svona slydduél, getur sagt það á endanum. En ætti nú að stytta upp þá Norður- og Austurlandi, meira og minna, en við sjáum að svona heldur hlýra hérna austast, þannig að það er svona kannski meiri rigning þar tíma allavega, hlýnar þá aðeins tíma, en síðan kólnar aftur og á laugardaginn og svona smá saman kólnar, þannig að þetta verður meira svona éljakendara afgerandi él í þessu sunnan og vestan til landinu en nokkuð svona bjart yfir hérna norðan á Norður-Austurlandi. En það skulum við skoða hérna stöðuna í Evrópu, það er hæð ríkjandi hér í álfunni og víða fínt veður, það er kannski helst hérna síðst á Íberíuskaga þar sem að rigni mikið og eru viðvaranir í gildi þar og nokkuð svona þétta þrýstilínur og hvers austanátt þar
og ágætlega hlýjar tölur. Hér er norðanátt og það verið að vara við vindi og öldugangi á Kanaríum og síðan eru skil hér sem eru á ferðinni hér miðbyggið hérna frá í Sléttunum miklu og hér til norðausturs þar sem að gæti ringt duglega úr. En ég ætla að láta þetta gott heita í bili. Verið sæl.